það birtist nýlega grein sem að, já, ef við ekki bara kíkja á hvað í gangi þar. Það hérna, þetta umfjöllun blöðkastið sem að stendur eru þið ekki örugglega að fara að taka þá á lífi þessa menn, spyr kennari í Háskóla Íslands í umfjöllun blöðkastið. Kennarinn í þessum áfanga sem sagt hann Arnar Eggert Thoroddsen, aðjúnkt við Háskóla Íslands. Hann Arnar Eggert ætlaði nefnilega að mæta til okkar í bjórkastið til þess að ræða það sem að gerðist þarna af augljósum ástæðum, það sem að við erum nú þannig að sáu það örugglega ekkert allir að því að var lokað snemma myndbandið að það var við vorum nefnilega þarna til umfjöllana líka við í bjórkastinu. Hvað segir þið? Við erum bara með ljósið bara. Eru fjölu svo vel? Ég heiti Agnar. Hlín og Valgerður. Við erum að, skoða bjórkastið. Þetta samt tilbúið nýtt hlaðvarp sem stýrt af Jóni Þormar, Sverri Helgasyni og Helga Bjarnasyni. Þetta ég held að þeir lýsi sjálfur sig sem öfgahægri hlaðvarp og finnst það mjög gaman. En þetta svona hlaðvarp og podcast, þeir byrjuðu bara í fyrra, ekki fyrir haust og svona þeir lýsa sér sem hlaðvarp sem svona opinberlega gagnrýnir vinstri stefnur og leggja áherslu á íhaldssemi, frjálsar hugmyndir og gagnrýna umræðu. Þegar við skoðum, aðilann sem er einn af þessum stjörnunemendum, það Agnar Már Másson og þessi aðili hérna. Þetta blaðamaður hjá Vísi, fyrrum blaðamaður hjá Morgunblaðinu. Og við getum séð, hér hann. Þetta maðurinn sem að fleygja þessu fram og ég rosa forvitin alltaf þegar ég sé svona. Þá fer ég alltaf að hugsa þegar menn eru tilbúnir að fara svona rosalega frjálslega með staðreyndir, hvað annað eru þið tilbúnir að fara svona frjálslega með? Það maður lífefnafræðingur, vakti athygli í COVID, fyrir að halda því fram að veiran væri búin til á rannsóknarstofu og hann tala líka mjög mikið gegn bólusetningum. Og hefur svona líka, finnar sem við saman. Ok, hann Helgi, hann hélt í aldrei fram að veiran hefði verið búið til á rannsóknarstofu því að ég myndi svo gott sem þóra að hengja mig upp á að hann Helgi fór með ýmsa hluti og sagði að það væri margt sem benti til ýmsa hluta en hefur mér þess að sagt sérstaklega að hann hafi ekki viljað fullyrða neitt um það. Finnar sem við saman, hann hefur mikla áhyggjur af dvínandi testósteróni, hefur áhyggjur af því að menn eru að breytast í kettlingar og allt mögulegt. Við sáum það á myndinni rétt áðan af þessum að hann Agnar þarf litlar áhyggjur að hafa dvínandi testósteróni, það á hreinu. Þeir hafa vakið nokkra athygli í fjölmiðlum upp á síðkastið, meðal annars vegna þess að þeir þóttust vera sponsaðar af Egils Orku, þannig að hvít orka, White Power. Ok, hér rennin lygin. Við höfum meira þess að margoft tekið gríni hjá okkur meira þess að sérstaklega að taka fram að við séum ekki sponsaðir af ölgerðinni. Og við höfum aldrei haldið því fram að við værum sponsaðir af ölgerðinni. Þannig að þetta það áhugavert að sjá hversu mikil rannsóknarvinna er sett í þetta hjá þeim. Ég held að bara, við vorum með lista hlaðvarpum sem við höfðum til reiðu og öfgahægri hlaðvarpið var eiginlega bara mest spennandi. Það er svona, þið vaxið ekki hverju strái. Nei. Þetta stórkostlegt. Það var svona forvitnilegt að sjá hvernig þetta færi, en svo tryggilegt að hlusta á þetta, þannig að mjög leiðilegt. Þetta ekki mannvitsbrekkur. Þetta ekki mannvitsbrekkur, segir kennarinn. Þannig að án þess að hafa nokkuð tímann spjalla við okkur, þá hann tilbúinn í það, bara að kalla okkur heimska og það sem ég væri rosalega til í að skjóta, að skjóta á og ég ætla að athuga hversu margir muni vilja vera ósammála mér hérna. Ég ætla að halda því fram, bara blákalt, að ef að svo vildi til að þarna hefðu mætt einhverju hægri sinnaðir einstaklingar sem hefðu tekið fyrir hlaðvörpin nokkur tveir kallar eða ég held að heiti hornkellingar, allavega ég manni aldrei hvað heitir, að hlaðvörpið á vegum einhver svona feminista sem að ég sjálfur ég oft að hlusta á og
ef að þau hefðu mætt hana og kalla þau, þú veist, já, tökum bara, þú veist, þetta nasista og rasista, þú veist, vinstirtalið að því er kannski, þú veist, öfgafeminista kommalufsur eða eitthvað álíka. Ég ætla að leyfa mér að efast það að kennarinn hefði, myndi standa þarna og taka því gagnrýnislaust án þess að, biðja eitthvað dæmi, akkur þau væri að nota slíkt orðalag og eitthvað svoleiðis. Og ég efast að þið væri fara að fjalla hlaðvarp sem hann hefði, ekki hlustað á, ég veit hann hefur ekki hlustað á okkur, að, kalla það mannvits brekkur, rétt skal í rauninni vera svolítið rétt í þessu og mér langar að sýna ykkur nefnilega dæmi öfgahægrið sem á sér stað í þáttunum. Bara svona svo fólk getur dæmt fyrir að segja. Þetta nú þáttur sem þau hlustuð á og þetta gerist á, einhvers staðar fyrstu 30 mínútum. Þannig að það kemur pínu óvart að þeir sem hafa voru með þáttin skildi ekki að pikka þetta upp til dæmis. Nú ætlum bara að horfa á hvernig hann Helgi spilar þetta. Mjög mikið af fólki, við vorum náttúrulega strax uppmálaðir sem hægri öfgamenn sem að strax bara afskráur okkur í huga alls konar svona. Ertu hægri öfgamaður? Já, veist. Að það leiti ertu hægri öfgamaður og hvernig myndirðu skilgreina þig sem hægri öfgamaður? Ég hef ekki mikil trú að lýðræði, til dæmis. Já, þá ertu ultranationalist. Ég til dæmis ekki með þér þarna. Ég myndi aldrei... En ég býst ekki við... Ég er frjálshyggjumaður en ég myndi aldrei... Ég var einu sinni... En málið er samt að þegar þú segir, þú veist, að þú hefur ekki trú á lýðræðinu og í því samhengi sem þú sagði það, að það verður rosalega auðvelt að sjá þig bara sem, nasista. Og þú verður að gera þig grein fyrir, kannski er það alveg sama. Þeir segja að ég sé ekki nasisti. Já, þú varst eiginlega að segja það á hann með því að þú svona væri frekar hallur undir að fólk hefði kosningarétt og frelsi heldur en ekki. Tæknilega sé var kosningaréttur áður en allt fór úr stað þarna. Málið er... Það var kosningaréttur, en eftir 1933 og þá man ég ekki eftir að það hafi verið kosningar í Þýskalandi, þú kannski leiðrétti mig. Kennari tekur undir þetta, biður ekki neinar röksemdir í rauninni af hverju við eigum að vera þessi rasistar og nasistar. Og það sem verra er, hann Arnar Eggert ætlaði að mæta til okkar í sérstakann auka þátt af Bjórkastinu á 5. Ekki morgun heldur hinn, en hann er búinn að afbúa sig. Það er einhver rosa hristingur, menn eru voða smeykir greinilega þarna inn á í háskólanum núna og bæði nemendur og örugglega stjórnin eða ég veit það ekki í kjölfarið og hann er allavega búinn að afbúa sig og við erum að fá 2 aðila í staðinn, við erum að fá hann Kolbeinn er að koma aftur til okkar og svo er hún Hanna sem frá Bifröst og við ætlum að bara fara í staðinn fyrir að fara þá beint bara í þetta mál og ætlum að fara kannski bara í ástandið í háskólanum almennt